Komdu sæll og blessaður, kæri Vatnsberi. Þá er það spil fyrir þig úr þessum fallega stokki þar sem aðaláherslan er á kvenlega visku, eins og hann heitir. Við ætlum að kíkja á 3 spil fyrir þig. Sjá hvaða kvenleg viska kemur hérna inn í líf þitt. Og við byrjum á fortíðinni. Kæri Vatnsberi, hvað getur þú lært af fortíðinni? Þú getur lært þolinmæði af fortíðinni. Það að bíða og vera rólegur á meðan maður er að bíða, það er kunst og ekki öllum gefið. Þetta er eitthvað sem fortíðin er að kenna þér og benda þér á að sé mikilvæg leksía fyrir þig. Þú gætir hafa lært þolinmæði á jákvæðan og gefandi hátt. Þú gætir líka hafa lært þolinmæði á frekar neikvæðan og pirrandi máta. Það er misjafnt hvernig leksíurnar koma til okkar. En þolinmæði er eitthvað sem að fortíðin er hérna að gefa þér í sarpinn sem einhvers konar verkfæri sem þú getur nýtt. Ok, það er ekki allir alltaf glaðir þegar maður talar um þolinmæði. Ég kannast við það að það er yfirleitt þeir sem eiga nóg af henni sem að segja öðrum að vera þolinmæður. En ekki meir um það. Nútíðin, hvar ættir þú að fókusa athygli þína? Hvað er það í nútíðinni sem þarfnast athygli þínar? Og það er það að setja mörk. Þú þarft að setja mörk gagnvart fólkinu í kringu þig. Það geta verið þínir nánustu, það geta verið vinnufélagar og að það að setja mörk tengist líka sterkt inn á þolinmæði því að þú þarft að sýna sjálfum þér þolinmæði, kæri Vatnsberi, þegar þú ert að setja mörk. Þetta hljómar svona, frekar svona döll og pirrandi en svona er þetta bara stundum. Með því að setja sjálfið mörk sýnir þér sjálfsást og þú segir öðru fólki hversu langt þú ert tilbúin að láta ganga á þig eða yfir þig. Þannig að skýr og sterk mörk benda öðru fólki á að stíga ekki yfir línurnar. Og konan hérna á myndinni er með skýran ramma alla leiðina í kringum sig og innan hans vill hún fá að vera í friði með sitt. En eins og ég segi, þetta getur verið kunst eins og þolinmæðin, sko. Eitthvað sem þú þarft að hafa í huga í nútíðinni. Varðandi framtíðina. Hvað þarftu að vita varðandi framtíðina? Innblástur, inspiration. Hver veiti þér innblástur? Hvað veiti þér innblástur? Það er eitthvað að koma inn sem á eftir að kveikja á einhverjum fallegum neista innra með þér. Eitthvað sem á eftir að hreyfa við þér og fá orkuna þína til að taka kipp. Það getur verið manneskja, það getur verið eitthvað sem þú sérð eða upplifir, einhvers konar vitneskja eða eitthvað sem þú lest eða heyrir. Taktu eftir því, kæri Vatnsberi, hvaðan kemur innblásturinn. Það þarf ekki að vera endilega eitthvað stórt og mikið, það getur verið einhver smáatriði í daglega lífinu þínu, það getur verið hegðun annara eða einhverjar góðar gjörðir, hjálpsemi,
Einhver sýnir þér kærleika, umburðarlyndi. Þú gætir fengið innblástur af einhverju fallegu listaverki eða úr náttúrunni. Náttúran hefur veitt stærstu listamönnum veraldar innblástur. Þannig að hún stór þáttur í því. En hvað sem það ég ætla að láta þetta duga að sinni, kæri Vatnsberi. Þú fékkst hérna spilin þolinmæði, mörk og innblástur. Falleg spil til að hafa í huga. Gangið vel með þetta, kæri Vatnsberi, ljós og kærleikur.